Nú ætlum ég að tala hvernig við gerum þegar við erum að prjóna munstur á lopapeysu til dæmis, og munstur á það til að vera dálítið þröngt oft, og það er oft gott að prjóna munstur til dæmis með hálfu númeri stærri prjónum heldur en sagt er í uppskriftinni, bara munstrið. En svo er líka þessi leið, og það er það að þú snýrð peysunni á rönguna og hún liggur svona og er svona í fanginu á mér, þannig að það brettir svona upp. Og svo er ég með svartan sem ríkjandi lit, þannig að hann er hér, og rauður er víkjandi litur, þannig að það skiptir máli. Og ég er með myndband sem er það, hvernig ríkjandi og víkjandi litur. Ég mun setja það inn á sama tíma og ég setja þetta myndbandinn. En allavega, nú erum við með prjónið, og við ætlum að prjóna, og svo þrýstum við út. Tökum litin inn, þrýstum út, því að við viljum fá, víddina í megin. Þannig að böndin sveigist eiginlega í hring hér. Og við skiptum alltaf lit og alltaf gott að þrýsta út. Og þannig kemur maður í veg fyrir að maður prjóni of þröngt. Því að það þarf alltaf smá vídd í berustykki þar sem munstur kemur. Þannig að þið sjáið, þetta er alltaf að þrýsta með puttanum út á við. Tekið nýjan lit, þrýsti út, prjóna hann, þrýsti út, tekið næsta lit, þrýsti út, klára hann, þrýsti út, tekið nýjan lit, þrýsti út, klára hann, svona koll af kolli.